Núna ætlar að stíga á stokk Tómas Greta Gunnarsson, ættaður úr Biskupstungum. Hann forstöðumaður rannsóknar- og fræðsluseturs Háskóla Íslands á Suðurlandi. Var áður í svipaðri stöðu á Vesturlandi í Háskólaseturinu í Stykkishólmi. En honum var ekki satt upp störfum, heldur hann svo mikill Sunnlendingur að hann ákvað að flytja aftur á Suðurlandið. Hann ætlar að tala nú kemur þetta vandasama. Hann ætlar að tala tengsl atferlis og fuglastofna. Atferli fugla sem einstaklinga og svo frammyndu stofnsins sjálfs ofta skoðuð hvort fyrir sig og það séu sterk tengsl þarna á milli. Atferli hefur mikil áhrif á lífslíkur, varpárangur einstaklinga og getur þannig stýrt stofnum. Ýmsar brennandi spurningar í vistfræði og náttúruvernd verður ekki svara nema með því að kanna hvernig atferli tengist stofnvistfræði. Hvað gera fuglar í búsvæðum þeirra eitt? Hvaða áhrif hefur truflun og veiðar á stofninn? Hann ætlar að varpa ljósi á fræðin bak við slíka spádóma og taka dæmi rannsóknir og viðfangsefni á þessu sviði. Tómas hefur stúderað aðallega vaðfugla en komið víða við. Hann er þekktur fyrir jaðrakanna rannsóknir sínar og gef ég honum það bara orðið. Gjörðu svo vel, Tómas. Það er fínt. Kvöldi gott fólk. Við erum hálfgerð myrkra verk. Aðeins þessa mynd kannski að við byrjum. Þetta eru sandlóur eins og þið sjáið. Þessar sandlóur eru á Leiru í Önundarfirði fyrir vestan. Ef þið skoðið vel og það sjáið að það eru mertar hérna er einn mert, hérna er önnur. Þannig er sá sem tók myndina Böðvar Þórisson búinn að stúdera sandlóur í nokkur ár og varpsaði þessari fugla, það er hérna rétt við Leiruna og þær safnast hérna og slást og svona ráðum sínum fyrir varpið. Þetta er svona skemmtileg mynda því að hún sýnir atferli en tengist jafnframt stofnum. Þið þekkið öll þessa umræðu varðandi virkjanir og búsvæðavernd fugla. Það er nóg að taka í því. Ég tók hérna af kvikindisskap og án ábyrgðar eina tilviljunarkennda setningu á netinu sem lýsir andanum svolítið. En stóra spurningar í vistfræði, þær snúast það hvað gera ekki bara fuglar heldur lífverur almennt ef að búsvæðum þeirra spillt. Og ég ætla svona aðeins að reifa þessa hluti í þessu erindi og koma aftur að gæsum á eftir. En þetta svona, ég nefni þetta að þetta kannski svona það dæmi sem hefur kannski rist hvað dýpst í okkar þjóðfélagi. Fyrst átti ég að tala svona stofnvistfræði almennt. Theodór maður og bjó á Bjarmaland í Öxarfirði og var mikil tófuskytta og skrifaði fræga bók sem hétt á Refaslóðum og nokkurs konar biblía tófveiðimanna enn þann dag í dag. Hann glöggur maður Theodór og hann reiknaði út hvernig tófupari gæti fjölgað á 10 ára tímabili ef að stofnvöxturinn væri óheftur. Og hann gerði ráð fyrir því að þessar tófur myndi eignast 4 yrlinga á ári. Þeir lifðu allir og kynjahlutföll væru jöfn og þessi útreikningar hans eru svona uþabbi réttir og hann skrifaði: það yrði óneitanlega laglegur hópur lesari minn ef allar þær tófur rynnu fram hjá okkur á hægu valhoppi hádaginn eftir rennisléttu hjarni. Ég held að við myndum jafnvel ekkert hafa móti því að hólkarnir okkar væri komnir og væri í góðu lagi eða minnstakosti gengi úr þeim ef okkur skyldi detta í huga klófesta álitlega pelsa handa okkar útvöldu. Við þyrftum nefnilega ekkert að kvíða því að tækifæri gengi okkur úr greipum því að 118.082 tófur eru hreint ekki strax þotnar út í veður og vind. Þetta ansi margar tófur sem geta orðið til af 2 á 10 árum og þetta er rauninni alveg rétt hjá Theodór ef að
vaxtargetan óheft og það er náttúrulega heppni þarna, þið sjáu það þurfa jafn kynna hlutöll og það þurfa allar að parast og svo framvegis og þið sjáu það náttúrulega strax í hendi ykkar, það getur margt komið upp á til þess að þetta verði ekki en vaxtargeta stofna, hún um það bil svona vext með veldisvexti. Kem aðeins að þessu aftur á eftir, hún Theodor, var framsýnn maður. Það eru í rauninni 2 gerðir af stofnstjórnum, svona í grófum dráttum. Og svo fyrri kölluð stofnstjórnum sem óháð þéttleika og hún óháð þáttum, svona innri þáttum stofnsins og þeim áhrifum sem einstaklingar hafa hverjir af aðra. Þetta eru svona vondir hlutir sem að leggjast eins og mara tilvíðina kennt á alla einstaklinga í stofninum jaft. Við getum nefnt veður til dæmis fyrst og fremst, það kannski það sem að menn taka helst eftir en það má hugsa sér aðra hluti eins og til dæmis loftsteina og tiltekna stjórnmálaflokka á nýra. En hérna gott dæmi, þetta eru æðarreiður í varpi á Breiðafirði. Þið sjáu hérna árabilið 1900 til 1930 og hérna fjöldi þeirra, þetta í rifgirðingum sem eru við mynni Hvammsfjarðar. Þið sjáu hérna vel hvaða áhrif veturinn 1918 hefur. Stofnin kýldur niður það bil þriðjung og 10 árum seinna hefur hann ekki ennþá rétt úr kúrkum. Og þetta eru sem sagt ákaflega vond skilyrði sem að auka afföll fullorðinna fugla verulega. Svona áhrif, sem sagt óþéttleika áhrif, eru yfirleitt frekar mild, sérstaklega ef við hugsum veður. Veðurfars áhrif á fuglastofna, þau eru yfirleitt svona frekar lítil í meðalárum en svo koma einstök ár sem að hafa mikil áhrif en að jafna þið þá er þetta svona eitthvað sem að kannski hefur ekki mikil áhrif. En svo eru áhrif sem við köllum þéttleika háð áhrif og þessi fyrirlestur hann fjallar að stórum hluta þau og ég ætla að fara svona svolítið í þau. Flestir stofnar þeir eiga sér líftíma, þeir vaksa og hníga að endingu. Við getum séð það í hend okkar að langflestar lífverur sem hafa verið til á jörðin eru dánar út, þannig einhvern tímann hafa stofnar þeirra hnignað. En í byrjun ef að rými óheft, að þá fái þennan veldisvöxt svokallaðan. Stofnin hann fjölga sér svona í takti við innri afkasta getu. Og það var það sem að Theodor var að vísa til við tófuna. Þetta það sem að tófan myndi gera ef að stofnvöxturinn væri lítið takmarkaður. En svo gerist það hægir á vexti þegar það þrengir einstaklinga. Og að endingu þá fáum við eitthvað sem við getum kallað stöðuleika. Þessi stöðuleiki hann svona misstöðugur, stundum hann mikill, sérstaklega hjá langlífum dýrum þar sem að allir atburðir gerast hægt, þau deyja ógjarnan og eignast fáanga í einu. Þá höfum við oft mikinn stöðuleika og þessi fasi yfirleitt lengsti fasi hvers stofns. En það sem að gerist hérna uppi, það það að það fer að þrengja að einstaklingum. Stofninn vex og svo fara einstaklingar að keppa hver við annan og það kemur niður á lífslíkum og viðkomu og slíku. Ég held að vitið þetta öll. Langaði að sýna ykkur eitt hérna svona klassísk skólabókardæmi, það var rússneskur líffræðingur sem hét Gauss, hann gerði tilraunir með svona lítil dýr í krukkum og það heita bifdýr og reynfrumungar. Og hann blandaði þeim saman í mismunandi tegundum og hérna rannsakaði þá nokkra svona tegundir og hann sá það að þær uxu flestar eftir þessum vexti og það er mjög auðvelt að sýna fram á þessi mynstur hjá tegundum sem að vaxa hratt og hafa stuttan kynslóðatíma og er hægt að rækta svona í halvtíðum. En þetta á sér stað líka hjá langlífari dýrum. Hérna er klassísk rannsókn Davidson sem var birt 1938. Þetta eru kindur sem voru fluttar inn til Tasmaníu. Og kindur þar voru svona hálfvilltar, þeim fjölgaði svona eftir lögmálum náttúrunnar en voru nýttar af mönnum enga síður og þar voru fluttar inn hérna 1840, uxu með veldisvexti og svo hægði á vextinum og stofnin var svo nokkuð stöðugur eftir það. Þið sjáu þessa svörtu línu, þetta er svona kannski meðaltalið, þetta er svona besta línan, en talningagögnin sjálfur hérna bakvið, þau segja okkur tvennt. Annars vegar það að
að þessi stöðuleiki, hann flakkar hérna í þessum það bil 2 milljóna stofni, hann flakkar hann inn á 100.000. Að þó að þegar við horfum á meðaltalið þá sé þetta nokkuð stöðugt, að þá mikill breytileiki milli ára. Ef við myndum skoða eitthvað 3 ára tímabil, ætluðum að draga út frá því einhverjar ályktanir, að þá gæti það verið mjög hæpið. Við þurfum miklu lengri tímabil til að sjá hvernig stofninn að þróast, enda þetta mjög langlíf dýr. En þessar sveiflur hérna, þær eru annars vegar vegna mæliskekkju. Það eitthvað sem við verðum alltaf að hafa í huga. Þegar við erum að meta stofna villtra dýra, að þá alltaf nánast alltaf einhver skekkja. Það einhver sem eru á handan við hornið og veður hefur áhrif á alls konar hlutir sem valda mæliskekkju. Sumt hægt að telja með nákvæmlega, en yfirleitt einhver mæliskekkja. Svo annað hérna í þessu, það eru veðurfarssveiflur. Þetta eru veðurfarsáhrif sem koma þarna líka. Þannig að hérna erum við með kannski heildarstofninn sem tempraður með þessum þéttleika háða áhrifum. Þegar kyllurnar vist margar, þá fara þær að keppa hver við aðra og takmarka í rauninni burðar nálgast það takmörkun sem að burðar geta umhverfisins býður upp á. En svo eru veðurfarssveiflurnar, þær koma ofan á það. Þannig að við erum þarna með einhvern hluta af breytileikanum sem skýrður út frá veðurfarið, eða semst óþéttleika háðum áhrifum, en heildarstofninn takmarkaður út frá þéttleika háðum áhrifum. Og þetta leyfi ég mér að segja að sé kannski svona algilt, að svona, á mjög víða við að við erum með sem sagt stofna sem takmarkast vegna þess að auðlindirnar eru ekki ótæmandi, en svo eitthvað svona smá breytileiki sem skýrist til dæmis af veðri. Nú ætla ég að sýna ykkur nokkuð dæmi svona vöxt sem dregur úr. Þið sjáum hérna, þetta eru stofnvísitölur tvekja íslensku grágæsa tegundana, grágæs hérna neðan og heiðagæs hérna ofan. Þessi stofnar þeir uxu lengi og raunum að segja það gæsastofna víðast hvar á norðurhveli að þeir hafa vaxið mjög hratt í takti við aukna ræktun. Og það sama átti við þessa stofna. Svo náttúrulega veiðar sem kom þarna eitthvað, en þær sennilega hafa ekki úrslita áhrif við þessa stofna. Þið sjáum hérna heiðagæsastofnin tekur hérna kipp, og það ef ég man rétt í takti við það að þær fóru að nýta sér sykurrófu framleiðslu á Bretlandseyjum og færðu sig úr korni eingöngu. En þið sjáum það að stofnin vex og svo einhvers konar burðargeta eða aðstæði sem fara að vera takmarkandi og þá hægir á stofnvextinum. Hérna enn eitt dæmi, þetta stofnvísitala fyrir Jarakan frá Bretlandseyjum. Við teljum það ekki hér, en þeir eru taldir á Bretlandseyjum eins og margir á okkar fuglum. Og þessi, þið sjáu það svona, mætti ímynda sér að stofnin sé farin að hægja hérna á vextinum, hann hefur verið að stækka í 100 ár og þessi nær nú ekki lengra en aftur til 8. áratugurins. En þetta eru samt eiginlega að fá ár til við getum verið alveg viss. Þið sjáu, hérna heldur hann af stað niður í 3 ár. Við erum komið með reynda 5 ára og svona ásléttu einhverja. En Jarakan hefur fjölgað með mikið og sjálfur sér ekki vitað af hverju það gæti tengst aukinni ræktun á Íslandi, því að þetta eru fuglar sem nýta sér það fæðuframboð sem felst í ræktuðu landi mjög gjarnan. Og svo erum við með þetta sem við getum kallað stöðuleika, og kannski eru þetta dæmi stöðuleika. Andastofnar við Mývatn hafa verið vaktaðir áratugum saman og þetta eru seríur frá 75. Og þeir eru með hérna ofan skúfönd og duggönd náskildar og svo straumönd og húsöndar neðan. Og þetta er sem sagt stofnvísitala og einn meðaltalið. Þið sjáið á þessum áratíma þá eru það svona rokka í kringum meðaltalið. Taka svona dýfur og dali en það í sjálfu sér engin varúðarmerki þarna á lofti og ekkert sem bendir til þess að þessir stofnar sé að gera annað en það að svona rokka í kringum meðaltali, og þetta er eitthvað sem við myndum kalla stöðuleika. Þéttleikinn, það er að segja þessi þéttleika á áhrif, þau ráða mjög miklu það hvernig stofnar bregðast ýmiss konar álagi. Og með álagi þá á ég við hluti eins og til dæmis grisjun, búsæðabreytingar og ýmislegt fleira sem getur fækkað einstaklingum eða herjað á búsnæði þeirra. Hérna erum við með sem sagt álag, það er kallað kynreit stundum á ensku, og stofnstærð. Ef það eru engin þéttleika háð áhrif, það er að segja ef stofninn bæti sér ekki upp afföll á neinn hátt, þegar einstaklingar eru drepnir eða hverfa, ef stofninn hefur sem sagt
engin tök á því að það batna ekki lífslíkur eða varparangur þeirra sem eftir við þetta, að þá gefur þá yfirlega að ef það engin þéttleika áhrif, þá minnkar stofninn bara það sem við tökum á honum. Ef við tökum 10% af búsvæðum hjá stofni sem engin þéttleika áhrif, og þá getum við gert ráð fyrir að stofninn minnki það, og eins ef við veiðum jafn hátt hlutfall. En ef við ætlum að nýta stofn, þá þarf hann annarkvort að vera í vexti, þá getum við tekið höfuðstólinn, við hugsum þetta eins og bankabók, eða við þurfum að hafa þessi þéttleika áhrif, þannig að grisjunin skili sér í bættri afkomu þeirra sem eftir standa. Það eru bara þessar tvær forsendur sem að gera okkur kleift að nýta stofna. Það annars vegar stofnin sé í vexti eða þá að það sé í þéttleika áhrif. Og oft helst þetta nú að. Þannig að ef við erum með þéttleika áhrif, að þá minnkar stofnstærðin ekki þó við tökum svolítið. Stofnin getur bætt sér upp afföllin upp að einhverju tilteknu marki. Þetta hafa menn stundum kallað svona hámarksafrakstur, en þetta mjög vandasamt hugtak í meðferð, því að þetta yfirleitt ekki fast á milli tímabila. Ef við reiknum út einhvern hámarksafrakstur á stofni og höldum okkur bara við það, þá á sú tala kannski ekki við 10 árum seinna. Og eins mjög mikil spurning hvernig við skilgreinum stofnin. Við til dæmis sjáum það að það eru sennilega nokkrir þorskstofnar á Íslandsmiðum, og það mjög ólíklegt að það sé sama nýting sem gildir fyrir á alla, og eins getum við hugsað okkur fuglastofna, það eru væntanlega svona undirstofnar sem að þola mikil affall. Þetta þurfum við að vita ef við ætlum að stýra álagi af einhverju ábyrgð. En það sem sagt þetta minnstur sem ég að vekja athygli ykkar á, að það eru þessi þéttleika háðu áhrif sem valda því að það getur verið erfitt að sjá fyrir hver áhrif ýmissa álagsþátta eins og til dæmis búsvæðabreytinga eða veiða geta verið. Í hefðbundinni stofnvistfræði þá er hefð fyrir því að skoða stofna svona raunar eins og bankabók. Innistæðan hún veltur eingöngu á því hvað við leggjum mikið inn og tökum mikið út. Gleymum vöxtunum, við vitum að þeir eru breytilegir. Og til þess að geta sagt eitthvað stofna, stjórna þeim eða reiknað út hvað þeir þola mikið af veiðum og svo framvegis, að þá hafa menn yfirleitt búið til einhvers konar mekanísk líkon, þar sem þeir taka inn lífslíkur og dánartíðni og fleiri þetta. En það er svolítið erfitt að ná þessum þéttleika háðu áhrifum inn, og þau náttúrulega breytast eftir því hvað stofnin er stór. Þannig ef við erum að búa til svona líkan sem við ætlum að stýra stofninum eftir, að þá, ef við erum ekki með þéttleika áhrifin inni, að þá getur verið mjög erfitt að yfirfara niðurstöðunar á sama stofn á öðrum tímabilum eða við breyttar aðstæður eða á aðra stofnum. Þá þurfum við að endurtaka þetta bókhald. Þegar við mælum þéttleika áhrif, og þá höfum við til þess svona í megindráttum 3 nálganir. Ég ætla aðeins að renni yfir þær áður ég hætti að tala þéttleika áhrif. Mér langar bara svona, nú er ég vonandi búin að sýna ykkur fram á það að þéttleika áhrif eru mikilvæg og við þurfum að vita eitthvað um þau, en af hverju vitum við ekki alltaf allt um þau sem við viljum. Það er vegna þess að það er svolítið erfitt að mæla þau. Og ég ætla þess vegna að renna í gegnum þessar 3 aðferðir. Það sem að menn gera oft, það er að skoða í fjölda breytinga milli tímabila. Hérna eru þið með breytingu í stofni milli ára miðað við stofnstærð, og þið viljið sjá það, ef það eru þéttleika áhrif, þá viljið þið sjá það að fjöldabreyting milli ára, að hún tengist stofnstærðin. Þar eru vandamálin þau að mæliskekkjan, jafnvel þó hún sé lítil, og við erum nú kannski oft sáttið svona 5-10% mæliskekkju, að hún getur valdið því að við fáum alveg snar bjöguð þéttleika áhrif, og það eru menn sem að gera ekkert annað en að benda öðrum á hvað er mörg vandamál fólkinni því að meta þéttleika áhrif og þennan hátt. Eitt sem að menn reyna stundum, það er að skoða tengsl afkomu og stofnstærðar. Við erum með stofnstærðina hérna enn, er fjöldi, og þessi afkoma eru lífslíkur eða framleiðsla,
og við viljum að þessi þættir þeir breytist með stofnstærð. Ef að stofninn stækkar, þá viljum við að það komi niður á, eða við viljum það ekkert, við búumst við því að það komi niður á lífslíkum eða framleiðslu. Ef að við erum að skoða þetta í langlífum dýrum, þá höfum við yfirleitt ekki nógan breytileika í stofnstærð. Því þetta eru yfirleitt stöðugir stofnar. Við erum kannski að tala um stofnar sem að rokka mesta lagi kannski 5% milli ára. En þéttleika háðu áhrifin eru kannski að verka á breytileika í stofnstærð upp á kannski 50-70%. Og við sjáum þann breytileika aldrei vegna þess að þessi stofnar hafa mjög mikinn stöðuleika milli ára. Og svo er annað að við getum fengið í rauninni þætti sem að fylgja stað, eins og við getum fengið til dæmis tímabil þar sem er mjög mikið að éta, þá er stofninn mjög stór, en að sama skapi af því að er mikið að éta þá lifa fleiri. Þannig að það er ýmsir svoleiðis þættir sem geta sem sagt falið þessi tengsl. Ef að við skoðum til dæmis varpaárangur tiltekinna tegundar á stöðum þar sem er mismikill þéttleiki, og ég hef gert þetta nokkur sinnum og yfirleitt lent í vandræðum með að reikna þéttleika áhrif, að þá myndum að búast við að það sem þéttleikin er herri að þar væri afkoma verri, en hún er yfirleitt betri vegna þess að tegundirnar þessir fuglar sækja frekar í staðina þar sem er betra að vera. En ef þú getur prófað á sama búsvæði mismunandi þéttleika, þá aftur á móti getur þú kannski séð munin, en þú sér það ekki vegna þess að fuglarnir eru fleiri þar sem er betra að vera, og þú fær þess vegna bæði hærri þéttleika og betri afkomu á sömu stöðum. Svo náttúrulega er rosalega flott að gera tilraunir. Þá getum við verið að prófa sama hlutin á mismunandi stöðum. En þetta er nú yfirleitt alveg útilokað við dýr. Þá þurfum við að svona langli dýr eins og fugla, þá þurfum við að færa þau milli staða og hafa þau smalaði saman í mismunandi þéttleika og svo framvegis, og gera alls konar svona hluti sem að þessum kvikindum er mjög illa við. Þau vilja ekki láta smala sér og setja sig einhverja girðingar, og við setjum allt úr lagi ef við reynum svoleiðis hluti, og það er að leiður að við erum yfirleitt í þessum stofnrannsóknum á dýrum og svona langlífum dýrum eins og fuglum að reyna að meta með einhvers konar fylgni þáttum við umhverfis þætti afkomuna. Sem sagt, þéttleika áhrif er mikilvæg og það er ótrúlega erfitt að mæla þau. En þéttleikin er engan sigur mikilvægur og við vitum að hann hefur áhrif á lífslíkur og varpaárangur. En hvað gerist hérna á milli? Það er náttúrulega einhver miðlun hérna á milli. Það er eitthvað sem að gerist, allt sem að fuglar gera og við, það hefur einhver afleiðingar. Ef við gerum eitt þá gerum við ekki eitthvað annað meðan. Þannig að fuglar eru alltaf alveg eins og við, alltaf að taka einhverjar ákvarðanir. Og velur eina leið fram yfir aðra og hún hefur einhverjar afleiðingar. Og fuglar sem að þrengir þeir þurfa að taka ýmiss konar ákvarðanir, hvað þeir ætla að éta, við hverja þeir ætla að keppa, hvað þeir ætla að fara langt og hverja þeir eru að leita og svo framvegis. Og þannig að við erum semst með þetta atferli sem að miðlar áhrifum þéttleika á afkomuþætti, lífslíkur og varpaárangur. Það eru hérna tvö hugtök eða tvö atriði sem er rétt að hafa í huga. Annað er þetta sem við köllum hæfni. Hæfni er íslensk þýðing á enska orðinu fitness, og þegar við heyrt talað um þeir hæfustu lifa, svo eru æfaloftu fitness. Fitness er hugtak sem að lýsir því hversu líklegir einstaklingar eru til að koma upp ungum miðað við aðra. Og það getur verið svolítið maus að rekna þetta út vegna þess að þú þarft að rekna út í rauninni líka árangur afkvæma tiltekins einstaklings. Þannig að þetta er nú yfirleitt einhver svona summa sem að menn vita mismikið um. Þannig að við notum yfirleitt þessa tvo þætti sem að ráða hæfninni. Það er annars vegar hvað þú lifir lengi og hins vegar hvað þú kemur upp mörgum afkvæmum í hverju tilraun. Það tvennt ræður hæfninni. Þannig að þegar við tölum um hæfni eða hæfni þætti, þá erum við að meina afkomu í rauninni, lífslíkur og eða varpaárangur. Og ég nota þetta hugtak aðeins. Gæði búsvæða, þau eru lykilatriði. Fuglar þeir raða sér niður eftir gæðum búsvæða og þau ráða afkomunni. Það er í rauninni áhrif þéttleikans á atferli
sem verki gegnum búsæði sem ákvarða afkomu stofna. Nú ætla ég að taka nokkuð dæmi. Vil ég spyrja það einhverju? Eða vil ég bara gera það eftir? Nei. Þetta svolítið flott mynd. Þetta eru jarðakannar. Álftafirði fyrir austan. Daniel Bergman tók þessi frægu leiðangri fyrir nokkrum árum. Sem við festum bílan okkar, eða ég allavega. Í Álftafirði fara sennilega 20% jarðakannastofnsins á hverju vori. Þeir eru mest svona 5.000 í einu. Þetta er þessi Álftafjörður í Múlasýslu. En við erum með mikið að litmerktuðu fuglum þarna í hópunum og við getum séð hvað þeir stoppa lengi, þannig að það er þetta að reikna út umsetninguna og hversu stór heildarfjöldin er sem að fer hann í gegn og þetta eru sennilega hátt í 10.000 fuglar allavega sem að fara í gegnum Álftafjörð á vorin og þeir gera það yfirleitt á innan við viku, þannig að það er mikið líf þarna. Margt annað að sjá, þannig ef að þið eigið þess kost að fara mánaðamótin apríl-maí í Álftafjörð og skoða fugla, þá get ég mæla með því. Við sem sagt getum notað atferli til þess að hjálpa okkur að nálgast þessi áhrif þéttleikans. Þó við getum ekki mælt þéttleika áhrifin, að þá getum við séð hvernig þéttleiki hefur áhrif á atferli sem aftur hefur áhrif á þessa hæfniþætti eða lífslíkur og nýliðu. Hækkandi sjávarstaða vegna loftslagsbreytinga er mál sem er víða rætt. Við höfum kannski ekki mikla ágjörð af þessu hér. Einn ráðherra sagði fyrir örfáum árum að það væri nú gott að fá smá loftslagsbreytingar á Íslandi, það væri svo kalt hérna alltaf. Og kannski mátti sannsvegar færa. En enga síður að þá eru margar byggðir í heiminum sem horfa fram á það að sjór á eftir að hækka talsvert. Það eru nú þessi rokkar nú svolítið spátnar frá því að vera frekar meinleysar og út í það að hafa verulega áhrif jafnvel á Íslandi. En það er engin vafi á því ef að sjór hækkar þá er þetta að hafa áhrif á fjörulíf víða og fugla þar á meðal. En Bretland, þar eru miklar strendur og margt fólk og mikið að gerast í þessum sjávarhækkunarmálum og rannsókn sem var gerð núna fyrir rúmum áratug á Sandló, hún stemdi að því að mæla hvaða áhrif hækkandi sjávarstaða hefði á tiltekinn sandlógustofn á austurströnd Englands. Og þetta er strandlengjan og fjaran er hérna gul og sjórinn er blár. Og varpárangur þarna eins og annar staðar og yfirleitt fór eftir gæðum óðala. Gæði óðala, hér eru vísitala sem er sett saman á nokkrum þáttum, en það mikilvægasta í þessari vísitölu, það er breidd strandarinnar. Þannig var mál vaxið að það sem að réði mest breytileika í varpárangri í þessum stofni, það var afrán. Það voru spendýr sem að komu niður í fjöruna, út úr skógunum á kvöldin, læddust hún í fjöruna og það sem að fjaran var mjó, þar voru þau miklu líklegri til þess að finna hreiðrin. Þannig að sandlóðurnar sem að náðu óðulunum þar sem að fjaran var breiðust, þeim gekk best, komu helst upp ungum. Og varpárangur hérna eru fjöldi unga á para ári og gæði óðala er þessi vísitala sem að felst, eins og ég sagði, aðalega hérna í breiddinni. Og bestu óðulin voru hérna á breiðustu ströndinu og svo var vantarlega verið eitthvað góð hérna neðar líka. Og það sem að gerðist þarna var það að þær sandlógur sem að komu fyrstar á vorin, þær náðu bestu óðulunum. Þetta var gert með því að skoða með því að merkja fuglana, sjá hverju komu fyrstir og hvar þeir settu stað og þeir sem að komu sem sagt fyrstir náðu bestu óðulunum, breiðustu óðulunum og svo koll að kolli. Þetta var alveg ótrúlega skýrt mynstur. Og varpárangurinn hérna er búið að skalan með við haus. Hann var hérna tiltekinn og dánartíðni, hún var nokkuð vel þekkt, en
hún var álitin vera svo sama fyrir alla fugla. Hún var metin með því að sjá hversu líklegir merktir fuglar voru til að sjást aftur, bæði inn á svæðisins og utan. Og með því að reikna dánartíðni á haus og varparangur á haus, þá var hægt að reikna út hérna jafnvægi stofnstærð, eða þá stofnstærð sem var. Þetta voru hérna einhverjir ríflega 100 fuglar. Það var sem sagt stofnstærðin og hún réðst sem sagt af því, eða varparangur réðist af því hversu góð óðlum voru og hvernig fuglarnir röðuðu sér niður á þau. Og þá var þetta bara að reikna, ef að hérna sjávarstaðan hækkar eitthvað tiltekið, þá gerist það einfallega að óðulin þau mjókka meðaltali. Og þar með lækka gæði þeirra. Og þá er hægt að reikna hérna nýjan skurðpunkt miðað við aðeins mjórri óðul. Og þetta var sem sagt gert svona fyrir tvenns konar sjávarstöðu miðað við enga breytingu. Þetta var stofnstærðin sem voru með 126 togar, miðað við 25 cm hækkun, að þá var breytingu upp á 4% metin og miðað við hálfan meter sem eru kannski svona nær spádómum, þá vorum við að tala um 11% minnkun. Þannig að við erum þarna sem sagt með þéttleika háð áhrif. Það eru sem sagt þau áhrif að það er ekki sama hvar sandlóðunar lenda, gæði óðal að fara eftir því hvað eru margar og hvenær það koma og svo framvegis. Þannig að þeir eru þarna með sem sagt þéttleika háð áhrif sem er miðlað í gegnum atferli og það var hægt að meta í þessu tilfelli með þessum hætti. Truflun er mál sem er skoðað mikið í þéttbýlli löndum. Við sjáum það aðeins hafa áhrif hérna. Ég nefndi sandlóðunar hans Böðvar Stórisson hérna á fyrstu glæru og hann og kollegi okkar Vigfús Eyjólfsson sem hafa verið að rannsaka sandlóður annars vegar fyrir vestan þar sem að Böðvar og Vigfús á Stokkseyri. Þeir sjá heilmikil truflunaráhrif í fjörum. Þessir fuglar náttúrulega verpa það sem að fólk er gjarnan á lappinu og fer og virar hunda. Það eru talsverð afföll af þessu fuglum út af truflun. Þá er fólk að koma að halda fuglunum af og er að fæla það aftur og aftur upp á heiðrunum og þá setja mávarnir og sjá hvað það er fljú upp. En það er nú kannski fyrst og fremst ferfætlingarnir sem eru undir verndarvæng mannsins sem hafa þessi áhrif. Það eru hundarnir sem eru með þeim og kettirnir sem laumast út úr þorpunum sem hafa kannski einna mest áhrif. En svo er þetta spurning hvort við að flokka það sem truflun eða sem afrán. En það er ágætt að velta fyrir sér hvað truflun er og hvernig við ætlum að skoða hana. Yfirleitt sjáum við truflun fyrir okkur sem einhvers konar fælingar áhrif. Við erum einhvers staðar að labba upp í Heiðmörk eða út á Seltjarnarnesi og ef við förum rosalega að þá fælum við fleiri fugla. Það er vissulega truflun. Og eitt af því sem við getum gert, það er að skoða áhrif á tilteknu svæði. Við förum einhvert og getum mælt truflunina eða hérna sem að þar er eða gert tilraunir. Við getum gengið svolítið lengra. Okkur það kannski skiptir ekkert voðalega miklu máli þó við fælum fugla á reynu hotni af Elliðavatni í svolítið stund þegar við komum bara aftur. En ef við erum farin að tala um að það hafi áhrif til dæmis á hæfni einstaklinga, þar að segja varparangur eða lífslíkur, sem að tala ekki um stofna, þá erum við kannski farin að hugsa okkur tvisvar um. Og þetta eru áhrif sem er svona miserfitt að mæla. Áhrif á tilteknum svæðum er tiltölulega auðvelt að sjá. Áhrif á hæfni einstaklinga, þar að segja varparangur eða lífslíkur er erfiðar að mæla. Og ég veit í rauninni bara um eitt gott dæmi þar sem að stofnáhrif hafa verið metin af truflun. Það er að segja áhrif á fjölda af truflun hafa verið metin og það er í gegnum þéttleika áhrif. Við getum skoðað þessi áhrif truflunar með tvennum hætti. Við getum gert einhvers konar samanburð fyrir og eftir og miðað það við þá einhverja á uppsprettu truflunar sem við erum eiga við hverju sinni. Eða við getum gert tilraunir. Tilraunir á truflun eru kannski aðeins auðveldari heldur en tilraunir á varðandi stofnstærð eins og ég var að tala um áður vegna þess að það er auðvelt að stýra truflun. Við látum bara fuglana vera á sínum stað, við erum ekkert að rugla í þeim
við mismunandi þéttleika, heldur getum við bara truflað á mismikið og séð hvað gerist. Og það ágætt dæmi það, mönnum hafi tekið slíkt ágætlega. Nú ætla ég að tala um áhrif á tilteknu svæði og samanburðar nálgunina. Það eru þessar nálganir sem ég var að nefna. Þessi maður hérna, Fernandes, hann skoðaði áhrif á fugla í almenningsgörðum og skoðaði hversu mikil truflun var meðfram stígum í almenningsgörðum. Þetta var eitthvað sem tiltölulega auðvelt að mæla, hann telur bara fuglana við mismikla truflun. Hérna er það með þéttleikan, þar sem að fjöldi vegfarenda var 0, ég held að þetta hafi verið á dag, minnir það. Þar voru mun fleiri fuglar heldur en það sem að voru 1 til 2 á dag eða fleiri en 3 á dag. Þetta er eitthvað sem við myndum búast við, það sem eru fleiri á ferðinni, þar hörfa fuglarnir frekar. En hvaða áhrif hefur þetta? Það er svolítið erfitt að segja, því að við vitum til dæmis ekkert hvort að truflunin fylgir einhver öðru. Það er til dæmis mjög líklegt að sé meira af hundum og köttum á þessum stígum og þá erum við farin að tala um beina fylgni við afrán og þá er það kannski ekki beint truflun heldur einhver dýr sem er að þvælast eða þá að fæðuframboðið er minnst meðfram stígunum. Við getum ímyndað okkur að vegfarendur í svona görðum tíni ber á leiðinni til dæmis, þá erum við komið minna fæðuframboð meðfram stígunum. Þannig að það að við erum með færri fugla meðfram stígunum kannski segir okkur ekki mikið. Og svo getur þessi breyting, jafnvel þó hún stafa truflunum, verið bara tímabundin. Þannig að fuglarnir hörfa þegar við löpum frammi og svo koma þeir bara aftur og það hefur í sjálfu sig kannski lítil áhrif nema bara nokkrar karolínur sem þeir eyddu, kaloríur. Svo er eitt sem við getum skoðað varðandi truflun, það er samband truflunar og auðlinda notkunar. Við gerum ráð fyrir því að fuglar eru að nýta einhverja mikilvæga uppsprettu af fæðu, að ef þeir fá meiri frið til þess að þá nýti þeir hærra hlutfall af fæðinni. Og það var ágætt rannsókn gerð á íslenskum heiðagæsum á Bretlandseyjum sem voru að éta sykró afganga. Þar var mjög sterkt hlutfall sterkt samband milli fjarlægðar frá vegum, sjáðu hérna. Þeir eru komin hérna nú eiginlega út fyrir haglabysufæri og hlutfallið skerunar sem að varð eftir. Það er að segja, ef að þið voru nálægt vegum, þá var skilið mikið eftir, en ef að þið fóruð fjær, þá nýttu það sér alltaf hærra og hærra hlutfall. Og þetta bendi sterklega til þess að þarna séu þið með áhrif á truflun sem að geta hugsanlega við sumar kringumstæður að fæða er takmarkandi og veturinn harður fyrir að hafa áhrif á einstaklingana. Það er ágætt að staldra þessi hérna og spyrja sig hvort að þessi staðbundna truflun sé líklega til að vera vandamál almennt. Við erum alltaf að sjá þetta, bæði við og aðrir erum að trufla fugla, við erum alltaf að horfa á eitthvað svona truflunar atvik, get nefnt til dæmis svona sæþotur, ég sé það bæði á sjó og á vötnum þar sem þær fara miðjum vartíma og trilla í gegnum fuglahópa og maður er svolítið svæsið að horfa á þetta stundum. Ýmislegt fleira mætti nefna hunda náttúrulega sem að fólk er að viðra á ólíklegustu stöðum og tímum og margt fleira. En við getum kannski sett þetta upp í svona skema. Ef að kostnaður við að vera kýr á svæði, ef að hann er hár, það er að segja, það hefur mjög neikvæð áhrif á lífslíkur eða viðkomu að vera kýr og við höfum mikið framboð af öðrum svæðum, þá myndum við búast við því að fjöldi dýra hann svari truflun mjög hratt. Það er að segja, ef að það er vont að vera truflunin sem er þessi eðlis og hún hefur talsverð áhrif, en það er nóg á öðrum stöðum til að fara á, þá myndum við bara búast við dýrin forðið sér og það hefur kannski ekki endilega mjög mikil áhrif. Ef að kostnaður við að vera lágur, kostnaður við að vera kýr er lágur, það er að segja litla líkur til þess að truflunin hafi mikil áhrif á lífslíkur eða viðkomu, eða nýliðun, að þá myndum við búast við að þessi svörun sé svolítið minni. Það er ekki eins krítískt að fara, en þú hefur þetta val ef að kostnaðurinn er hærri, þá getur farið frekar og þá fáum við væntanlega svolítið minni
viðbrögð við þessari truflun. Ef að framboð af öðrum svæðum er lítið og kostnaðurinn við að vera á staðnum er hár og þá fáum við ekki eins sterka svörun við truflun og ef að það er mikið framboð. Það er að segja, hérna erum við með færri fugla sem að fara, kostnaðurinn er líka hár, lítið framboð á öðrum svæðum, þannig að þó að fari kannski fleiri fuglar hér heldur en hér, að þá er þetta ástand hérna kannski miklu meira akut. Og eins getum við ímyndað okkur það ef að kostnaðurinn við að vera kýr er lágur og það er lítið framboð á öðrum svæðum og það gerist óskup lítið. Þetta segir okkur kannski það að svo svörun sem að við sjáum við truflun, að hún segir kannski ekkert endilega til hversu líkleg truflun er til að valda skaða. Ef fuglarnir tryllast og fljúga allir í burtu, þá þýðir það kannski bara það að það hefur lítinn kostnaði för með sér fyrir þá. Þannig að ef þeir eru kjurir þá þýðir það kannski bara það að þeir gátu ekki farin eitt annað. Þannig að það er ágætt að hugsa þetta svoleiðis. Þetta er ekki skýr mynstur og menn eru í sjálfu sér rétt að byrja að krafla í yfirborð á þessum málum. En hérna, þetta er eitthvað svona til umhugsunar. Gefum ykkur aðeins fleiri dæmi af truflun. Vil ég ekki spurja aðeins? Jú, það er alveg rétt, það gerist örugglega víða. Það er náttúrulega lítur að þurfa að skoða svona atvik eða svona mál eftir umhverfisaðstæðum á hverjum stað. Væntanlega þá hefur þetta hérna, sérstaklega það sem er nú dreifbýlt og pláss til að mynda nýja fjöru eða leyfa henni að myndast, þar hefur þetta væntanlega kannski ekki mikil áhrif, en þetta náttúrulega tekur fjaran eitthvað land sem að var fyrir. En í mörgum af þessum þéttbýlu löndum að það var búið að byggja alveg niður á sjávarkambinn og menn eru svona, til dæmis í Bretlandi þar sem ég hef verið svolítið og fylgst með þessum málum, að þar er umræðan aðlega það hvort að menn eiga að bara hreinlega færa heilu byggðirnar og leyfa fjörun að koma og þá myndast ný fjara eins og við segir, eða hvort að menn eiga bara byggja hærri varnargarða og vona það besta. Þannig að þetta er svona svolítið ólíkar aðstæður en þetta er vissulega eitthvað sem að þarf að hafa í huga. Þetta þarf ekki endilega að hafa mikil áhrif á fjörumyndun svona þar sem þetta getur gerst. Og bara annað, nú talaður hossalega umsveigni, hestanaður þetta er frekar setja út á þessum að vélknúna umsveigni. Já, ég tek undir það, ég er gamall hestamaður líka. Já, það eru miklu vistvænni og hérna losa meira metan reyndar en þau eru ekki næri eins hávaðasöm. Ég skoðaði fugla á hrossum þegar ég var barn og hérna þau fæla náttúrulega alveg sára lítið miðað við þessar skellibjöllur sem menn þeysum á. Hérna er svona svolítið samanburður á varðandi truflun. Heiðagæsir á leið til Svalbarða, þær koma við í Noregi og menn gerðu ágæta stúdía á því hvernig gæsir sem að notuðu trufluð svæði stóðu sem miðað við gæsir sem að notuðu svæði sem voru minna trufluð, og menn geta við gæsir séð á færi hversu góð ástandið þær eru, hvernig það safna fitu með þetta svo kallan rassítarstuðul, held ég að Guðmundur A. Guðmundsson kalli það. Menn getur unni bara séð svona á aftanverðum kvinnum á þeim hversu síginn hann er, og rétt fyrir far þegar þær eru búin að safna öllum þeim forða sem þær ætla að bera, að þá er afturendin á þeim verulega síginn og maður sér þetta jafnvel á fluginu.
en inndregin þegar þeir eru í verra ástandi og þetta metið svona í nokkrum stigum. Við sjáum þessa vísitölu hérna er rassítarstuðullinn sem segir okkur rauninu til hversu góðu ástandi þær eru. Og í stuttum máli þá voru gæsirnar sem voru ekki truflaðar, þær söfnuðu fitu miklu betur. Það sem hægt að gera við gæsir til auðveldlega, það að sjá hversu marga unga þeir eru með. Þær eru gjarnan það sem hægt að horfa á þær og ungarnir eru með foreldrunum. Og heilmikið af þessum gæsum voru merktar, þið sjá hérna eina með kraga. Og þegar þeir koma aftur að hausti, þá var hægt að sjá hversu marga unga þeir voru með og varparangur þeirra sem var ekki búið að trufla, hann var mun betri. Og menn tengdu þetta rauninni beint við truflunina. Kannski nú eitthvað annað sem spila þetta inn í en enga síður að þá eru þetta sterkar vísbendingar áhrif truflunar á hæfni. Hérna ágætt tilraun á hollenskum tjöldum, þeir voru truflaðir kerfisbundið. Þeim var haldið af hreiðrinu, eða sem sagt truflaðir á álegu. Ákveð álegunar skiptir heilmiklu máli ef fuglinn fær að liggja lengi á og þá þroskast fósturinn í eggjunum fyrr og betur og ungarnir verða lífanlegri. Og þeir eru með viðmiðluna hérna ofan, þeir eru sem sagt með truflunaratburðinn. Hérna sem sagt hversu háan eða hversu miklum tíma fuglinn hafi eitt á hreiðri eða fuglarnir hafi eitt á hreiðri áður að truflað á meðan og eftir. Og það var þarna talsverður munur á fuglar sem voru truflaðir að þeir eyddu minni tíma á hreiðri og þetta leiddi svo af sér að þeir sem voru truflaðir meira þeir voru með lægri varparangur. Þetta til auðvelt að gera. Svo þetta eina dæmi sem ég þekki áhrif á stofna. Bretar hafa verið að fara út í það núna að reyna að opna í rauninni aðgang að sveitum landsins eða opna sveitir landsins meira fyrir almennri umferð heldur en hefur verið. Það búi ekki allir svo vel eins og við sem megum samkvæmt lögum fara nánast hvar sem ef að land ekki girt eða ræktað. En í Bretlandi eins og hér reyndar er mest allt land í einkaeigu og þetta hefur verið heitt mál til dæmis á þinginu að lágvarðarnir ekki drifnir af því að almenningur sé að þvælast mikið en þetta hefur einhvers veginn verið tekið föstum tökum og mikið af rannsóknum til dæmis á dýralyfi í kringum þetta. Og þessi maður hérna, John Malord og fleiri, þeir voru að skoða breska lægvirkja. Þetta voru trjálægvirkjar, þetta það ekki? Útlarks. Það ekki trjálægvirkjar? Edvard? Og það fundust engin bein tengsl milli truflunar og hæfni. Þannig að menn heldur nú fyrst að þetta hefði kannski engin áhrif. Svo var farið að skoða þetta svolítið betur og þéttleikinn hann svaraði hins vegar truflun svolítið vel. Það sem var meiri truflun, við sjáum þetta er rauninni hversu margt fólk var að þvælast á þessum svæðum og þéttleiki að þeim mun meiri sem truflunin var, þeim mun lægri var þéttleikinn. Og þéttleikinn hann sýndi svo tengsl við varparangur. Þannig jafnvel þó að menn sæju engin beintengsl milli varparangurs og þéttleika að þá fundust þessi óbeinu tengsl og þeir gátu svo reiknað það út að það að truflunin hún þétti þessa lægvirkja á ákveðna bletti og þar hafði þéttleikinn rauninni áhrif á varparangur að það var með þessa tiltekna stofn þeir reiknuðu það út sem að þetta hefði 17% minnkun í för með sér með það að það væri engin truflun. En niðurstöðum voru nú almennt þær að það væri ólíklegt að þessi umferð aukna með þessum lagabreitingum sem stóðu fyrir dyrum að umferðin myndi aukast að því marki að það hefði eitthvað svona víðtæk áhrif og þeir fyndu þessi tiltekna áhrif í þessari rannsókn. Svo enn eitt sem við getum gert til þess að teygja okkur frá atferli í gegnum þéttleika og áhrif yfir í stofnáhrif eða svona dreifingu. Það hefur mjög praktískt gildi að geta spáð fyrir dreifingu fugla. Við erum alltaf að reyna það og það má kannski segja að mjög mikið af þeir rannsóknum hafa verið gerðar á dreifingu fugla þar hafa verið gerðar á fuglum á
á leirum. Þetta eru mjög þægilegri bústaðir mörg önnur vegna þess að þau eru svona flöt og tvívíð og við getum hort með stórum kíkjum á fugla og sé hvað þeir ná mörgum ormum og skeljum og svo framvegis. Þannig að við erum mikið af því sem er vitað í rauninni tengsl fæðuframboðs og fugla, það er fundið með rannsóknum á fuglum á leirum. En ef við ætlum að spá fyrir dreifingu fugla út frá fæðu, að þá er ágætt að vita það að þeir yfirleitt, sérstaklega svona áþanum í þessum leirubransa, að þegar að fuglarnir eru komnir á leirurnar, til dæmis á hausti, þegar veturinn er að byrja, að þá eru þeir yfirleitt fyrst á bestu blettunum. Og þetta virðist nú vera reyndin eitthvað hérna minnstu kosti með fugla sem að koma á leirur hingað á vorin líka. Og þegar þeir eru búin að ganga á fæðuuppsprettunum, þá fara þeir að nota verri og verri bletti, alltaf koll að kolli. Og við getum mælt hversu hratt þessir fuglar éta í tengslum við þéttleika bráðar. Þið sjáum hérna þéttleiki skelja, þetta voru jarakannar sem voru éta pínlitlar skeljar. Sjáum hérna þéttleika skelja, hérna inntaka, þetta eru milligrömm á sekundu eitthvað svoleiðis, það er ekki nákvæmlega hvað það er, það skiptir ekki öllu máli. En tengsl áthraða eða hversu hratt fuglarnir geta náð bráð og þéttleika fæðunar er yfirleitt svona með þessum hætti. Það kemur hérna upp einhver þröskuldur og getur ekki bætt endalega stöðu. Yfirleitt er það nú bara hraði meltingarinnar sem að ræður, en það er nú aðeins eftir hver fæðan er. Ef við tökum tjald til dæmis, þá éta þeir mikið af kræklingi og kræklingi þarf að opna og það er svolítið maus. Það hafa ýmsar leiðir til þess, stundum klippa þær á vöðvan, stundum gera þeir gat á hann og það svona, þeirra tjaldar er að éta stærri krækling takmark átraðan. Þannig að við erum yfirleitt með eitthvað svona samband sem að segir okkur í rauninni hvað fuglarnir geta innbyrt mikið af fæðu með hvað er mikið af henni til. Og ef við förum svo leiruna og metum fæðu þéttleikan, þá getum við í rauninni séð hversu mörgum fuglum tiltekinn blettur getur staðið undir á tilteknu tímabili. Svo þurfum við að ákvarða eitthvað þröskuldgildi sem að fuglarnir nota, sem sagt, þegar fæðu þéttleikinu komið niður fyrir eitthvað ákveðið mark, að þá hættir að vera hagkvæmt að nota blettin eða fuglarnir drepast hefðil. Þetta þröskuldgildi er reyndar mjög erfitt að fá og það sem að menn hafa yfirleitt verið að nota í svona líkanum, það er að nota lægsta þéttleika bráðar eða fæðu sem að fuglarnir hafa sést taka. Og væntanlega segir það okkur svolítið, því ef við sjáum það ekki taka neitt að lægri þéttleika, þá þýðir það væntanlega að þeir eru ekki mikið að því. Þannig að við getum sem sagt, ef við þekkjum þetta mynstur hérna og hvernig fuglarnir dreifa sér á blettina, þá getum við spáð fyrir í rauninni útbreiðslu þeirra út frá þessum tilteknum forsendum. Hérna er sem sagt rannsókn á jarakunnum á breskum leirum á 3 mismunandi mælikvörðum. Við erum hérna með punktalínuna, það er þéttleikinn sem að líkanið spáði fyrir meðan við þessar mælingar á fæðuframboði og áthraða, og heila línan er svo raunveruleikinn. Og þetta eru þessar 3 mismunandi mælikvarðar. Hérna er árós, stóra árós, og innan hans eru margar leirur og innan hverja leiru eru svo mismunandi blettir, því að þá leiran virðist einsleita, þá eru sumi blettir betri en aðrir. Og með þessu er hægt að spá sem sagt fyrir dreifingu fuglana, minnsta kosti af leirum. Svona mismunandi mælikvörðum. Þetta er mjög erfitt í flóknari búsæðum, menn hafa þó aðeins verið að reyna það, en bestu dæmin ennþá eru af leirum. Og þetta er eitthvað sem við myndum vilja geta gert, og menn eru svolítið að fást í þetta, svona, til dæmis í tengslu við umhverfismat, að reyna að spá fyrir ef til dæmis á að fylla ákveðna leiru, að spá fyrir hversu mörgum fuglum þessi tiltekni blettur getur staðið undir á svona meðal vetri. Þá komum við aftur að þessum búsæðabreytingum. Heiða ekki þessi myndin að sjá hans hérna aftur þessi flotta. Í grófum dráttum, og ég er búin að draga ykkur á þessu, þá vitum við ekkert þetta. Mjög lítið þetta. En við vitum samt svona
heilmikið almennt hvernig fuglar bregðast við búsvæðabreytingum, bæði þessu sem ég er búinn að segja ykkur hérna á undan og svona ýmsum öðrum rannsóknum. Þegar að við breytum einhverju búsvæði, við getum til dæmis ímyndað okkur að við ætlum að sökkva Þjórsárverum, segjum það bara, það er einfalt og nærtækt dæmi. Þá er fyrsta spurningin, þurfa einstaklingarnir að færa sig eða ekki? Það er ekkert víst. Stundum er búið að breyta búsvæðina því marki að þeir eiga engan kost annan en að fara, en stundum eru breytingarna það litlar að þeir geta hjarað áfram á sama stað. Og ef að þeir þurfa að færa sig, þá getum við spurt hvort þeir geta það. Og þá kemur það inn að dreifi hæfileiki fugla er mjög misjafn, sumir eiga auðvelt með að ferðast og skoða nýja staði og aðrir ekki. Og það atriði sem að kannski kemur sterkast inn hérna er átthagатryggð. Átthagatryggð er mjög ríkjandi hjá fuglum. Og þeim mun langlífari sem þeir eru, og þetta á nú við hryggdýr almennt, þeim mun langlífari sem að dýrin eru, þeim mun meiri er yfirleitt svona vana festan og átthagатryggðin. Það helgast að því að langlíft dýr, það hefur tækifæri til þess að læra af reynslunni. Það getur lært á nærumhverfi sitt og ákveðna staði og myndað sér í rauninni svona reynslubanka sem að nýtist við að auka lífslíkur og varparangur. Og mikið af þessum dýrum sem að við erum að eiga við, þau eru svona langlíf og mjög átthagatrygg og jafnvel þó við förum mjög illa með búsvæði þeirra, þá eru þau oft mjög treg til þess að færa sig, gera þá gjarnan. Ég man til dæmis eftir dæmi sem ég nota stundum, það voru spóar sem ég var að skoða á tilteknu skógræktarsvæði í Grímsnesinu á síðustu öld og það var búið að planta nánast allt í kringur hreiðrinu og það var endalaust fólk í útplöntun og voðalega vont að verða þar og þeir kom ekki neinum ungum. Ég var þarna 4 ár í röð að fylgjast með þeim og þeir kom alltaf aftur á sömu blettina. Þó þeir kæmu nánast aldrei upp ungar. Dæmi getur náttúrulega verið miklu ýktari, við sjáum það stundum að spóin og langlífur og þar er við sjálfsög ekki komið upp mörgum ungum yfir ævina, þannig að þetta er nú kannski ekki óveikjandi vísbending. Þetta var svona, ég fannst þetta minnst á þeim tíma mjög sláandi að þeir koma alltaf aftur þó að þeim gengi ekki neitt. Ef einstaklingar þurfa að færa sig og geta það ekki, þá drepast þeir náttúrulega. Ef þeir geta fært sig og flestir fuglar kannski geta það nú einhver leyti, jafnvel þó þessi átthagатryggir að þá er nú eitthvað element í þeim að leita svolítið fyrir sér. Og þá er spurningin, geta þeir fundið aðra hentuga staði? Þetta er náttúrulega svona lykil spurning. Það er kannski ekki tilviljun að heiðagæsir eru til dæmis í Þjórsárverum. Það er kannski líklegt að það sé nú eitt af betri svæðunum. Þegar við segjum aðra hentuga staði þá eru þeir kannski ekki voðalega margir. Við vitum það reyndar með heiðagæsir, það er verið að dreifast út hálendið og verpa með góðum árangri á mörgum stöðum, en þetta er nú kannski ekki besta dæmið. En oft á tíðum að þá er ekkert mikið af búsvæðum að velja, þannig að þetta er svona Þetta er mikilvæg spurning. Og ef að þeir geta ekki fundið aðra hentuga staði, þá náttúrulega hefur það einhver neikvæð áhrif á lífslíkur ef þau komu. Geta þeir aðlagast nýjum stöðum ef þeir geta fundið á? Það eru ýmsar rannsóknir sem að sýna það að ókunnuleiki skiptir máli. Ég ætla að sýna ykkur eitt dæmi þá eftir að ef þú ert búin að læra á eitthvað svæði, þá veistu hvað þú átt að finna fæðinu og svo framvegis. Ef þú kemur inn á nýjan stað þar sem aðrir fuglar eru fyrir, þá þekkir ekki mósaíkin í umhverfinu, þú lendir kannski einhvers staðar á allt öðrum staðinn í gókunaröðinni heldur þú að varst á staðinu sem þú þekktir vel. Við þekkjum þetta bara sjálf þegar við flytjum til þess að nýjan stað, við vitum ekki, tekur okkur viku að finna hvað búðin er, svo framvegis. Þannig að þetta er alveg sömu mynstri, maður græðir á þessum staðkunnugleika. Geta þeir aðlagast nýjum stöðum og búa þeir aukna samkeppni, það er að segja eru þéttleika áhrif. Þá komum við aftur að þessu og þetta er líka spurningin að þeir þurfa ekki að færa sig, þá náttúrulega geta þeir samt búið aukna samkeppni. Ef við erum búin að taka svæði og raska því að hluta, þá þéttast náttúrulega fuglarnir. Og ef að þeir búa við aukna samkeppni, þá búist við þessu þéttleika áhrifum, verri árangur við fæðuleit og einhver neikvæð áhrif á þessa hæfniþætti. Ef þeir búi ekki við aukna samkeppni af einhverjum furðulegum ástæðum, þá getum við spurt okkur samt hvort það er óbein samkeppni.
Margir fuglar eru ekki keppa beint sín á milli, heldur eru að nota sömu fæðu auðlindina, jafnvel ekki á sama tíma. Við kallum það ekki samkeppni, en frekar kannski svona nytjar á sömu stofnum og eða óbeina samkeppni. Og ef að þessi aukna sókn veldur erfiðleikum við fæðunám, þá stendur svæðið undir færri einstaklingum. Ef ekki, þá getum við álíkt þess að svo áhrifa þessara umhverfisbreytingar sem við byrjuðum að skoða þenni upphafi eru kannski sennilega frekar lítil á heildarstofnum en kannski einhver á stofn breyttasvæðisins. En ef að svæðið stendur undir færri einstaklingum, og þá erum við sennilega með talsvert mikil áhrif á stofn breyttasvæðisins, en áhrifin af heildarstofnin eru sjálfur sér ekki þekkt vegna þess að við þekkjum ekki þéttleikaháðu áhrifin. Þá komum við aftur að þessu. Við verðum að þekkja þéttleikaháð áhrif. Hvað gerum við þá? Kemur því aðeins á eftir. Eitt gott dæmi. Íslenski stelkar hafa veturstöðu víða á Bretlandseyjum og í Cardiff Bay í Wales. Þar var gerð fyrir nokkrum árum svona bátalón, var fylltur flott leira með mörgum stelpum. Það sem gerðist þarna sem er óvenjulegt er það að menn fengu tíma til að sjá hver afkoma fuglanna og árangur var áður en að búsvæðinu var breytt. Þeir sem sagt merktu fugla, náðu slatta fuglum og merktu það með litmerkjum og þeir gátu séð hversu góð ástand þeir voru í, það var hægt að vigta þá. Skoða hvað þeir náðu mikilli fæðu og hverjar lífslíkur þeirra voru. Svo fór þessi framkvæmd fram og þá var hægt að sjá hvert þeir fóru og hver afdrif þeirra urðu. Það sem er kannski einstakt við þessa rannsókn, það er þetta tóm sem rannsakendur fengu til þess að skoða þessa þætti og þessi afdrif þessara fugla. Yfirleitt þegar menn eru að reyna að meta áhrif framkvæmda víðast hvar hér og annars staðar, þá fá menn ákaflega stuttan tíma. Menn eru í hland sprenga svona að reyna að ná einhverjum fjöldatölum, svo að sé hægt að bera fjölda á svæðinu sem á að raska saman við einhver önnur og draga einhverjum svona almennar ályktanir, menn fá aldrei þetta tækifæri til að meta áhrifin almennilega. Og það er kannski bara spurning hvort að það ætti að gera slíkt oftar, en það er náttúrulega, við vitum nú að það er nú oft mikil tímapressa þegar menn að standa í einhverjum framkvæmdum, en þetta myndi vissulega tefja framkvæmdir mjög mikið að það ætti allt í að fara að mæla umhverfisáhrifin almennilega. Kannski væri það öllum í hag samt. En nema hvað, þetta var svo sem ósköp skýrt mynstur, stelkarnir flestir fóru á leiru þannig rétt hjá og þeir drápust frekar við það. Þeir voru í verra ástandi og við hittum náttúrulega þar fyrir stelkar sem voru aðlagaðir þeim stöðum og vanir verið þar árum saman. Þannig að það var semst þetta að meta áhrif á fuglana sem að þurfti að fara. Í þessu tilfelli þá voru ekki mjög mikil áhrif virtust vera á fuglana sem voru fyrir, því að það var einfaldlega kostnaðurinn var allur tekin út af fuglunum sem þurfti að færa sig en ekki þeim sem voru fyrir á leirinu sem stelkarnir fóru á. Það eru svona ýmsar vísbendingar sem við getum notað til að meta svona áhrif, en voru þessum gæsinar kannski ennþá, að það sem að gerist þegar að við breytum einhverju búsvæði, þá þéttast fuglarnir í þeim búsvæðum sem eftir standa. Þannig að við getum notað stofna sem að breytast í stærð af náttúrulegum ástæðum kannski til þess að segja okkur aðeins hvað gerist. Eitt ágætt dæmi er frá Norður-Ameríku. Þar, eins og í Evrópu, hafa gæsastofnar verið að stækka síðustu áratugi og sennilega í tengslum við aukna ræktun á vetrarstöðunum. Mjallgæsastofnin í Kanada hefur stækkað alveg gríðarlega mikið. Við sjáum hérna, þetta er svona miklu þéttara heldur en við sjáum í okkar gæsabyggðum svona, nema kannski bara á bletti og bletti. Og það sem hefur gerst þarna, þetta er nú orðið nokkuð gömul rannsóknir stendur og vel fyrir sínu, er það að stofninn stækkar, fæðuframboðið minnkar og lífslíkur fuglanna snar minnka. Og áttvæðatreining kemur það inn aftur og að þessi fuglar jafnvel þá gangi vera, þá koma þeir aftur á þessi svæði og það kannski spilar það inn í að
það er náttúrulega mikið af gæsum annars staðar á hentugum svæðum líka. Þannig að við höfum þarna, jafnvel þá að stofninn sé að stækka í þessu tilfelli, að þá sjáum við verulega neikvæð áhrif á lífslíkur og nýliðun vegna þess að fuglarnir þétta sig á þeim stöðum sem þeir verpa á og færa sig ekki. Að lokum, þá lokum við sýningur hérna kannski eitt dæmi. Nú er ég búinn að tala svolítið um þéttleika og áhrif. Það sé vonlaust að mæla þau en við þurfum endilega að vita þau. Við getum komist heilmikið áleiðis án þess að þekkja þéttleika áhrif og það sem við erum alltaf að gera þegar við erum að reyna að meta áhrif ykkur á framkvæmda, það er að reyna að sjá hversu mikilvægt svæðið sem við erum að skoða er í hlutfalli við önnur svæði. Og sem betur fer þá er það þannig að þéttleiki og fjöldi á stöðum að hann er yfirleitt, ekki alltaf, í nokkrum tengslum við gæði svæðisins eða mikilvægi fyrir stofninn. Og hérna eru nokkrar rannsóknir og það sýna stofna sem er að stækka og hver lína sýnir eitt búsvæði. Við erum sérst með fjölda í búsvæði hérna á Uppsalanásnum og stofnstærð. Og það sem að flestir þessi stofnar eiga sameiginlegt er það að undirstofnarnir í þeim búsvæðum þar sem að fleiri voru fyrir, þeir stækka hægar. Þið sjáum við það. Hérna, þessi stofn hérna, þar sem voru fleiri fyrir, hann stækkar hægar. Þessi hérna stækkar nánast ekki neitt meðan að fjölgar á öðrum stað. Þessi stækkar nánast ekki neitt, fjölgar hér. Flestir stofnar eiga þetta sameiginlegt. Þetta eru áhrif sem eru kölluð kannski temprunar áhrif eða buffer áhrif á ensku og þau segja okkur það að fuglar þeir eru líklegir til að fylla góðu staðina fyrst. Oft má tengja þessi áhrif við lífslíkur. Þessi staðir þar sem þegar stofninn er að stækka þá fjölgar ekkert á einhverjum tilteknum stað. Það er vegna þess að það var besti staðurinn og fuglarnir voru búin að nema hann fyrst. Þar erum við yfirleitt með hærri lífslíkur og nýliðun. Það er bara búið að metta þennan góða stað og fjölgunin verður annar staðar. Ég get nefnt íslenska jarðarkanir sem dæmi, þar vitum við heilmikið um þessi mál. Að fyrir 100 árum verptu jarðarkanar bara á Suðurlands undirlendinu og hafa síðan breiðst út um landið og varparangur þeirra er ennþá bestur á Suðurlands undirlendinu að meðaltali. Þeir hafa verið að færa sér út í staði sem eru það sem að varparangur þeirra er mun verri. Og reyndar eru það sömu fuglarnir og eru á bestu varpstöðunum sem eru líka á bestu vetrarstöðunum og hafa hæstu lífslíkurnar. Þannig að við getum svolítið notað þetta sem þumalputtareglu. Ef við erum með staði þar sem að voru vænir stofnar af fuglum fyrir, þá er það svona oftar en ekki sem að það eru bestu staðirnir. Það er kannski þetta sem við erum svona að reyna að meta og að væri æskilegt að meta þéttleika áhrif oftar. Sem sagt, flestir fuglastofnar, þeir takmarkast af þéttleika áhrifum. Það er svona þetta algenga, það er ástæðan fyrir við getum nýtt stofna, það er einhvers konar grisjunar áhrif sem að verða við fækkun í stofninum og hann kannski minnkar ekki. Við getum tekið eitthvað á honum á hverju ári. Það er vegna þess að við bætum afkomu þeirra sem að eftir standa þó við tökum einhverja. Ef við ætlum að spá fyrir viðbrögð stofna svona tölulega af einhverju vissu, og það má segja það kannski að það eru gerðar sífellt meiri kröfur að við getum það, þá þurfum við helst að þekkja þéttleika áhrif með við núverandi aðstæður og þau er svolítið erfitt að mæla. En við getum stundum við sumar aðstæður nota á atferli til þess að stytta okkur leið og það sá nokkuð dæmið það núna. En enga síður að þá eru þetta sem við höfum verið að nota þessar þumalputtareglur, staðir, gamalgrónir staðir með mörgum fuglum, það eru að jafnaði bestu staðir. Ég gerir ráð fyrir að við þurfum að halda okkur við það að ýmsum orsökum svona ennum sinn að treysta því. Hérna eru myndir þar sem ekki voru stolnar, voru teknar af Daniel Bergmann, Jóhanni Óla Hilmarsson og Sigurður Einarsinni. Ég færi þeim bestu þakkir fyrir. Nú er ég hættur.
Hvað segir þið? Fyrirgefðu. Það sé afkomið kríunar þessu ári. Hún hafi verið mælt. Já, hún hefur nú verið mælt. Það er kona sem heitir Freydís Vigfúsdóttir og er búin að stúdera kríu núna 2-4 ár. Snæfellsins aðalega, en reyndar víðar landi með hjálp góðra manna og kvenna. Og þetta har nú verið bara frekar dapurt sko síðustu árin. Þetta hefur kannski gengið sæmilega að komast að stað, en svo hefur dottið botninn úr því. Það hefur verið mikill ungadauði núna. Alveg stöðugt núna síðustu 2-4 árin. Já, hún kemur alltaf aftur. Krían er einn af þessum fuglum sem að lifir næstum því endalaust. Sjófuglar eru almennt séð mjög langlífir, hafa mjög hæga viðkomu og sumir eru að verpa nú ekki einu sinni, eins og albatrósar, 2-3 ára fresti þessar stærstu tegundir. Lifa alveg óskaplega lengi. Og þannig að krían, við vonum bara að það verði ennþá svolítið eftir að þeim. Það komist yfir þetta. Það er spurningar. Vitið þið hvernig það áhrif öskuflóðsins hafði að hún hlusta á hegðun og stofnstæð fugla? Nei, ég held að það sé óhætt að segja það. Sko almennt þá hefur fuglar náttúrulega eru hreyfanlegir og þola ýmislegt, en svona það sem maður hefur séð á rannsóknum á þessu sviði þá tengjast þær flesta fæðuframboði. Askan og svona smáar agnir, hvort sem að það er set af öðrum toga eða aska, hún fer stundum illa með smádýr, hún stíflar loftop skordýra til dæmis, og það er vel þekkt úr rannsóknum á áhrifum eldgosa og dýralífa. Smádýralíf bæði í vatni og á landi hefur orðið illa úti af öskum, þannig að maður getur ímyndað sér að þetta hafi svona einhver staðbundin neikvæð áhrif á fæðuframboð. En svo náttúrulega eru heilmikil áburðaráhrif á öskunni líka og þau eru vel þekkt, og þannig það er ekkert víst að það verði nein langtíma áhrif af þessu. Maður hefur svo sem heyrt svona óstaðfestar fréttir af mjög staðbundið að færri fuglum, færri fílum í tilteknum giljum á bæjum sem eru illa úti og svo framvegis, en almennt séð þá er ég mjög hissið að þetta hefur einhver teljandi áhrif til lengri tíma. Staðbundin áhrif á litlum svæðum eða áhrif afmörknum svæðum, og kannski það er á sletti verfi eitt ár og verfa sáttu bara næsta ári, eins og ekki það við skúrist. Jú, mér þykir það mjög líklegt að það verði eitthvað svoleiðis. Það var svo setjum að sjá að fuglar hefur þess ekki hlæra sér, fóru bara inn í öskun og döð. Já. Já, maður sá þetta sko, það var gæsirnar voru þarna í stórum hópum, það sem að mökkurinn var þéttur og virtist ekki kippa sér mikið upp við þetta. Fyrir spurningar? Það er áhuga á að heyra svolítið frá þér. Þú segir svolítið hvað þú ert að stúdera. Ég er að stúdera? Já, þú segir nokkuð. Ég er aðallega í því að rannsaka vaðfugla og hef verið mest. Ég hef svo sem fyrkt af ýmislegt, en aðallega verið í að rannsaka vaðfugla. Ég tók meistarapróf í spóa eitthvað tímann á síðustu öld og verið í langtíma jarðakanarannsókn með fólki í fleiri Evrópulöndum síðustu árin. Svo er ég með nokkra nemendur núna sem eru að skoða hitt og þetta. Áhrif landnótkunar ýmiskonar á fugla og varpárungur, kríu og gæsa og ýmislegt fleira og svona. Þannig að það er fjölbreytt verkefni. Sjálfur er ég aðal í þessum mófuglum okkar, en hef svo nemendur í fjölbreyttari verkefnum. Það er svona helsta sem ég fæst við. Og svo skipti ég mig stundum með einhverju sem ég ekkert vita á, eða enn minna vita á. Það er svona ýmsum toga. Ég er bara svona að káða skoða. Þegar það er til fuglafræði þá kallar til þetta umhverfismat ekki? Já, það er nú allir gangur á því sko. Það er, ég veit nú ekki hvað segir því náttúrufræðistofnum, hver er algengasti gangurinn í því? Þú svarar því, Guðmundur?